Hæ, þetta landbúnaður á mannamáli. Ég ætla að útskýra fyrir þið búvörusamninga á 60 sekúndum. Búvörusamningar eru samningar sem gerðir eru á milli íslenskra bænda og ríkisins starfsumhverfi í landbúnaði. Búvörusamningarnir eru 4. Samningur starfsskilyrði í nautgriparækt, sauðfjárrækt, garðyrkjurækt og svo það sem við köllum rammasamningur eða samningur almenn starfsskilyrði í landbúnaði. Í samningunum kemur fram hversu mikið fjármagn íslenska ríkið leggur í stuðningu landbúnað og hvernig það skiptist upp. Til dæmis stuðningur til að auðvelda nýliðun í landbúnaði, umhverfisvernd, heilnæmi afurða, ráðgjafarþjónustu og kynbótastarf svo eitthvað sé nefnt. Heildarupphæð samningana nemur einungis 1% af heildarútgjöldum ríkisins. Heildarfjárhæðin skiptist í þrennt innan hvers samnings. Það er framfærslustuðningur, fjárfestingastuðningur og framleiðslustuðningur. Þessir flokkar þjóna mismunandi tilgangi fyrir býli en eru allir jafn mikilvægir. En af hverju skiptir þetta þig máli? Jú, ef bændur fá stuðning til að framleiða gæðavöru með bættri aðstöðu, aukinni þekkingu og fagmennsku, ættu betri vörur að skila sér til neytenda á betra verði.